Blessaður. Gaman að sjá ykkur hérna. Það er mjög gaman að sjá svona mikið af fólki á svona rosalega esoterik fyrirlestri, svona að tala eitthvað sem er ekki alveg svona borðuliggjandi endilega. Mér langar að tala þessar Róhammer árásir og ég ætla að kynna hvað það er. Þetta eru raun og veru svona vondar fréttir, það ykkur vantar svona fleiri vondar fréttir þegar ekki þessa dagana. Ok, flott. Heyrðu, það sem mér langar að sýna fram á í dag eftirfarandi fullyrðing. Við ætlum að tala svona hakkara og hakkarinn ætla að segja, heyrðu, ég get búið til JavaScript-kóða sem getur náð stjórn á tölvunni. Ok, nema hvað, að þetta er ekki bara tölvaðinn, eins og við vitum í dag, þá er allir símar, þeir eru bara tölvur, með öllum kostum og öllum göllum sem fylgja því. Heldur þetta JavaScript-kóði sem að misnotar engan hugbúnaðargalla og er ekki að reyna að plata þig. Þá er þetta náttúrulega svolítið verða. Það sem ég langar að gera þetta er að fara með okkur í gegnum, ég er ennþá að stúdera þetta topic, fara þessi gegnum svona hvað þetta þýðir allt saman, hvað er í gangi og þegar við örglega, hvað er margir hýrt Róhammer? Enga til, ok, áður en þið lásuð dagskrána. Flott, ok, flott. Þannig að við skulum að kíkja í gegnum þetta. Þannig að ég ætla að byrja bara alveg á byrjunni. Hvernig virkar tölvaðinn? Ok? Þannig að við vitum allir verið með tölvur og það er svona varúð innföldunarstimpil þarna, bara svona að því ég kem til með að skauti og svona hluti. Við munum að vera með alls konar hluti, við erum með inntak og úttak, svona mús og sími eða snertiskjárinn á símanuðinum eða displayið og við erum með svona örgjara sem er svona heilinn í græjunuðinni og svona marg svona tegundir af minni. Og þarna er bæði svona hægt minni sem getur verið harddiskurinn eða SSD-diskur og svo svona það sem við kallum DRAM eða innra minni sjálft. Og það sem að gerist í raun og veru þegar þú ert að ræsa upp eitthvað fárið er að þú lesta af einhverju svona hæguminni, örgjörnum fyrir gang, byrjar að gera alls konar fyrirspurnir og skoða hlutina og tala við innra minnið. Og mest af því sem er að gerast í raun og veru í tölvuninni er að örgjörnum er að tala við innra minnið. Og við ætlum í raun og veru að einbeita okkur bara að þeim hluti. Svo þegar hann er búið með vinnsluna, þá kemur einhver mynd á skjáin eða eitthvað annað gerist. Skulum einbeita okkur bara að þessum hérna tveimur hlutum, minninu og örgjörnum. Ég myndum okkur sem bara með einhverju venjulega, segjum bara einhverju Windows-stölu. Það sem er að gerast er að þú ert með alls konar mismunandi forrit. Og þessi mismunandi forrit eru með alls konar gögn og aðra hluti sem að þurfa að lifa í minninu. Við erum líka með stýrikerfið sjálft sem líka býr í minninu. Og ekki bara gögnin frá stýrikerfinu, heldur allir forritskóði líka. Þannig að minnið er svona samansafn með öllum forritskóðum og öllum upplýsingum. Svo er líka með öll gögnin okkar, svona þegar við erum að sækja einhverju skráða disk og erum að vinna með hana, þá er það geymt í innra minni líka. Þannig við erum með gögn frá öllum sem hlutum á sama hátt. Og ef þið munið hvað DRAM stendur fyrir, hvað sem að mann heita, nafnið á innra minninni heitir DRAM, sem er Dynamic Random Access Memory. Sem þýðir það að hver einasti hlutur, einasta drasslumöllarinn að geyma í minninu, það er geymt á svona eiginlega handahófskenndu stað. En þetta er allt út allt. Þetta er bara svona samansafn alls konar rusli. Þannig að gögnin sem að koma frá stýrikerfinu við hliðina á gögnunum sem eru frá einhverjum notanda á tölvunni. Út allt. Ok, þannig að það er svona innra minni í hnotskuð. Skoðum þetta aðeins betur. Ímyndum okkur við sem að koma núna bara til jarðar og við ætlum að búa til svona DRAM. Hvernig myndum við búa þetta til? Þú veist, ef við ætlum bara að búa fysiskt til svona litla einingu sem á að geyma gögn fyrir dót. Hvað myndir þú gera? Jú, myndir gera eitthvað svona. Myndir reyna að búa til einhverju svona langa halarófu á einhverju svona sellum. Og sellurnar sem er í gangi núna það er einn þéttur og einn smári sem að geymir upplýsingur 0 og 1. Við munum vera með svona stafræna framsetningu á öllum gögnum. Öllur forritskóði, öll gögn, þetta er allt saman bara 0 og 1 einhvers staðar. Ok? Þetta væri fínt. Og þá getum við kannski verið með að háspenna í þéttinum, það þýðir þessi bitinn sé settur og lágspenna þýðir þessi ekki settur. Ok, það er fínt. En það er ekki alveg nóg, sko. Við getum ekki verið að búið til einhverjum svona langa lengju bara af einhverjum hérna svona einhverju kóða og búið til einhverju flugu því. Þetta þurfum að vera aðeins niðri. Það sem að innra minni í dag í raun gerir er að taka nákvæmlega sömu hugmynd en í staðinn fyrir að vera með bara svona langa svona halarófu, þá erum við svona fylki eiginlega. Þannig að þú ert með svona sellur sem að mynda svona lítið net. Og þegar þú ætlar að lesa út einhvern ákveðum punktirna sem þú viljið fá að vita hvort að þessi einna biti sé settur í innra minninu. Þá þarftu að segja, já, ég ætla að fá hérna 4. línuna tilbaka. Og innra minni bara, ekkert mál, tekur hérna bara 4. línuna og setur í svona sérstaklega svona buffer, með svona row buffer, sko. Og svo færðu bara öll þessi 8 stökkandi tilbaka og þú lest bara þann bita sem þú vilt.
Þetta eru 8 bitar sem horfum einu. Það nú stærri dagritar. Ok, þannig að þá vitum við aðeins hvernig innra minni virkar. Allt í góðu. Ég ætla að bæta við einum hluti viðbót hérna áður en við förum út í súpuna. Sko. Það er sérst að það er D-ið í DRAM sem heitir Dynamic. Hvað þýðir það? Jú, ef það hefur tekið einhverja svona rafmagnsverk eitthvað svoleiðis, þá munir það að þéttar, þeir eru þannig að þeir eru svona geðveikt svona lekir svona vatnsturna, sko. Setur svona vatn inn í og það bara svona dristlar út, skilju. Það er alltaf að vera að fylla á, sko. Þetta er svona svo, askja í gamla dagana. Það sem gerist er að þú ert með fullt af þessum sellum og það þarf alltaf reglulega að vera að fylla á þá til þess að við munum áfram upplýsingar. Við vitum að þegar við slökkum á tölvunni og kikkum aftur þá er allt farið, en það gerist miklu örar en það. Þannig að 64 millisekúndna fresti kemur tölvan inn og dælir á hver einustu sellu sem er inn í innra minni hjá þér. Þannig að ef hún gerir það ekki, þá er alltaf komið svo lítið spenna að það er ekki hægt að gera mun af því hvað er 0 og hvað er 1. Ok, þannig við þurfum að 64 millisekúndna fresti að fylla aftur á allt rastlið. Ok? Allir með minni en þá? Flott, ok? Nú ætlum við að tala um þessa árás, þessa Rowhammer árás. Segjum sér svo að það sé einhver lína hérna sem einhverjum upplýsingum. Og af einhverju ástæðu þá sé verið að senda rosalega margar fyrirspurnir á þessa línu. Þannig að bara dælast inn, ég er frá þessa línu. Þetta er eitthvað sem gerist ekkert rosalega oft vegna þess að við erum auðvitað með svona skyndiminni sem kemur í veg fyrir þetta. Þannig að skyndiminni það svarar bara þessari fyrirspurn sem er endurtekið sömu línu. En segjum sér svo að innra minni fái fyrirspurnir endurtekið aftur. Það sem getur gerst er að það leki upplýsingar yfir á svona aðliggjandi línur. Og þetta er svolítið eins og bara, ímyndur að þú ert að dæla upp olíu einhvers staðar einhverjum akri. Þú byrjar að pumpa upp olíu, þá ertu að taka olíu frá nágrönnum líka, sko. Svona leku niður, sko. Þannig að það sem getur gerst, ef þú ert að gera þetta nógu oft, er allt í einu flippist einhver biti. Getur ekki aðgreina hvort það var 0 eða 1 lengur. Við erum bara að flippa bita. Ok, þannig að sækja sömu minnislínu endurtekið getur lekið biti mér og aðlengjandi línur. Það er svona grunnurinn því sem við ætlum að búa til núna. Ok. Rowhammer. Ég ætla að reyna að finna einhverja góða þýðingu á þessu. Dætti við kannski spekileki? Ok. Eitthvað svona. Ok. Ég veit ekki hvaðan það kemur. Allavega, næsta skref er að skoða akkur í ósköpunum það skiptir máli. Já, þetta skiptir máli út af þessu sem ég nefndi áðan með að forritin alltaf að skipta minnin á milli sín. Þetta er alveg random access. Sem ekki þýðir það til dæmis einhver vefsíða sem er inn í varunum ykkar, getur verið með einhver hluta minninu, þessa grænu línu út af fyrir sig og eitthvað sem skiptir máli í tölvunni ykkar, til dæmis bara segjum eitthvað sem að stýrikerfi notar út af fyrir sig til þess að aðgreina réttindi fyrir forrit með línunum við hliðina á. Þá er allt í einu þannig að ef við byrjum að hamra á línuna og snúa einhverju bita, þá getur þessi eini biti í raun og veru verið eitthvað eins og, heyrðu, er eitthvað forrit X, er það með admin-réttindi ekki? Það fara að skipta svolítið meira máli. Þannig að það nægir að snúa einum bita þess að taka við forrit. Og nú ættu svona að fara aðeins og renna okkur svona 2 grímur, ekki satt, sko. Svona, já, ok. Og þá er það sem ætti að gerast núna, er að skeptikerinn í haustum ykkur á að byrja að býtu nú aðeins við. Býtu hægur. Þú mætir svona bara og þú kíkir á þetta og þú ætti að spyrja ykkur svona krítiska spurningar svo býtu við, en er þetta ekki alveg ógeðslega óalgengt? Og það er góð spurning. Þannig að skoðum svona kort. Ég ætla að sýna ykkur svona smá bara graf yfir hvernig DRAM, eða DDR3 minni, hefur þróast yfir tíman. Og ég ætla að skoða hvað við fáum marga villur ef við erum að hamra svona einni línu af hverju milljarði. Við munum að við gerum nokkra milljarða fyrirspurn á sekundu í tölvu, þannig að það er ekkert óalega mikið. Þannig að sjáum hérna, og skemmtilegt, ég er með svona fína lesibendir hérna. Það er hérna allt í einhverju tímapunkti hérna 2010, það fór að koma miklu fleiri villur. Og það heldur bara áfram. Og þetta eru 3 framleiðendur hérna, A, B og C. Það eru allir svona. Hvað er að gerast? Jú, það sem er að gerast er það sem ekki þrýstingur á að vera með, heyrðu, við erum að fá 8 GB, við erum að fá 16 GB, við erum að fá 100.000 GB að kuppa. Þannig að þeir byrja hérna þetta samanlega ekki að búið til svona pínu litla smára og þetta er orðið svo lítið og það er bara, þú veist, hérna, bara segulmagnandi millið, þú veist, það bara lekur yfir eins og ekki neitt, sko. Þetta er orðið allt of lítið til þess að geta verið að halda uppi einhvern standard á noise á milli aðliggjandi sella. Þannig að það eru miklu algengara í öllu rami frá 2011 að þú fáir þennan kalla. Raun og veru 85% af öllu minni sem er framleitt síðan 2011 er haldið svona Rowhammer-kalla. Þannig að allir símarnir ykkar, öllar tölvurnar í skýinu
allar einhverjartölurnar, allar ferðartölurnar, þetta er eiginlega allt saman á þessu. Þetta er eiginlega, það eru meiri líkur á að þú sem er gallaði dýramuninu og heitir, útlendingi röði í bæris bestu. Sko. Þetta er ógeðslega algengt, sko. Ok, og þá koma næsta krítíska spurning, ekki satt? Þið bara byttu. Ok, þetta er algengt, en þú ert að hitta nákvæmlega rétt að bytta, ekki satt? Er ekki ólíklegt að þetta takist? Það er ekki eitthvað spurning. Jú. Skoðum hvað þarf að gerast til þess. Og ég ætla núna að sýna ykkur eina árás sem að lið frá Amsterdam bjó til. Það sem sagt virkar þannig að þú ert með minnið hérna og þú ert með einhvern tab, þú ert með eitthvað JavaScript sem er kerandi. Og það er búið að vera í lykkju og taka frá hellinga minni. Af því að JavaScript máli taka frá minni eins og hver annar. Í raun og veru það eina sem að JavaScript gerir að taka frá minni í tölvun ykkar. Þannig að það er minni hérna fyrir JavaScript tab X og svo náttúrulega vill að fá meira og einhverju tímapunkti þá getur þú vita það að þú ert búin að fylla minnið eiginlega á tölvunni. Og það sem þú gerir það er að segja bara, heyrðu, núna fyrst ég er búin að fylla á þetta allt saman hérna, þá vil ég endilega fá að vita einhverju upplýsingar hvaða réttindi ég hef. Þá það stýrikerfi bara, heyrðu, ok, hérna, ég er ekki með neitt minni, ég skal losa eitt minni hérna, heyrðu, ekkert mál, ég tek það og ég set upplýsingarnar öryggi sem tengist þessu ferli hérna, akkurat á þennan eina stað sem ég löst minni. Heppilegt, sko. Þannig að þú getur vitað að akkurat við hliðin á einhverjum ákveðnum stað sem þú ert með er upplýsingarnum til dæmis hvort að þinn tab megi, fara út fyrir það sandbox sem hann er í. Megi tala við stýrikerfi beint. Og það þarf ekki að vera með sérstaklega heppni hérna. Þú getur gert þetta algjörlega deterministic. Þú getur vita að þetta muni virka. Bara með því að vera með rétta lykkju og fylla minni á réttan hátt. Skemmtilegt, Yes. Þannig að hér er til dæmis einn nemandi minn, hann setti þetta upp hjá sér eitthvað sem heitir Drummer sem við byggum til hérna hjá Free University. Og við zoomum aðeins inn hérna og sjáum hvað stendur. Þá er þetta bara app fyrir Androidið þitt, þar sem hann er bara að reyna að skoða hvað það tekur langa tíma að taka yfir græjuna hérna. Og þessu tilteknum síma hérna þá tók það 109 sekúndur. Þá getur hún fann eitthvað sem var exploitable, sem þýðir það, hún er inn í lykkju, hún er að reyna að finna hvort að minni sem hún tekur frá sig einhvern tímann aðlíkjandi einhverju sem hægt er að misnota í stýrikerfinu sjálfu, í Linuxnu sem er kennandi Android. Þetta er algjörlega óháð stýrikerfi, bæði vei. Macin ykkar, Windows ykkar, þetta er allt saman, þetta er allt í sama pakkanum, sko. Það er engin hugbúnaðargalli hérna baki. Og ég las greinarnar frá þessum liðu, þeir voru að taka það fram að þeir voru með þá síma sem þeir voru að prófa, Galaxy S6 og svona, þá tók 15 til 30 sekúndur að taka yfir allan síman. Þannig að ef þú opnið einhverju vefsíðu sem er að gera þetta í bakgrunni, þá tekur 15 til 30 sekúndur fyrir JavaScriptið að eignast device ykkar. Sem er svolítið skeri. Hérna, ég ætla að sýna ykkur svona smá bara demo hvernig þetta virkar. Ég ætla ekki að sýna ykkur svona demo sem að tekur yfir alla síman, heldur bara hvernig myndi nota þetta til þess að ná rótaraðgangi, ná að jailbreaka Android 6. Okay? Þannig að þetta er demo hérna frá Free University. Það sem er að gerast þetta er einhver einstaklingur sem er bara með venjulega skel, opna símanum og er að keyra upp þetta forrit sitt. Og þetta forrit er núna bara að skanna í gegnum minni og reyna að athuga, ok, ég ætla að taka frá eins mikið við get. Það er svona alveg að fara að byrja hérna. Það er bara tekur svona tíma að vélrita drengurinn. Svo er hérna alls konar hlutur að gera. Ég sjá að það hefur verið að fylgjast með hvort það sé einhverju bitaflip sem ég eigist í stað. Já, byrju, ég er að lesa hérna og ég fekk eitthvað annað tilbaka. Svo er hann rosalega að finna hérna, já, heyrðu, hérna komið skemmtileg staðsetning. Nú ætla ég að fylla restar af minninu, sem er hérna exhaust hlutin. Og svo þegar ég komið þangað, þá ætla ég að reyna að finna hvort að ég get ekki kallað í eitthvað sem að eitthvað sem stýrikerfi nota fyrir upplýsingar ferli mitt, eitthvað sem heitir skedd. Og svo er að finna það og þegar nú aðtöða, heyrðu, ok, nú ætla ég að reyna að gera þetta nógu oft í röð til þess að ég geti fengið akkurat skedd upplýsingarnar á bita sem ég veit að ég get flippað. Þannig að búið að kanna hvaða bita eftir að flippa, búið að setja hlutin akkurat við hliðina, svona gildra. Svo þegar ég er búið að finna það, þá er að skoða, ok, ég ætla að reyna að þetta flippa, svo leðu biti flippar, þá allir kemur hérna rótarskil. Það er að segja að þú ert komið með full réttindi að símanum, þannig jailbreakan. Og það er verið að skoða hérna við hliðina á símanum að bara sína þetta er up to date, þetta er bara frá núna í desember, bara nýlugu sími, minnsta mál. Þannig að þá er næsta spurning nákvæmlega hvernig ég var að bregðast við þessu. Og það er hérna sem að slæmifréttirnar koma. Yes. Þannig að við erum hérna með alls konar hugmyndir sem er í gangi. Þetta er árað sem er búin að vera að þróa svona síðustu 2 ár.
Og eitt sem það hægt að gera að vera með, heyrðu, hvað með að vera með ECC-minni? Já, hvað ECC-minni eiginlega? Það sérst minni, það sem þú tekur frá hluti af bitanum til þess að vera með svona villuleiðréttingu á því sem á sér stað fram að því. Þannig að segja, þú lest eitthvað úr minninu, þú skoðar hvort að það sé rétt checksum og þú getur meira að segja leiðrétt ef það skildi vera einhver biti sem flippað. Það hljómar mjög vel. Og allir eru bara eitthvað, já, það hljómar vel, já, það lagar þetta bara, ekkert mál, sko. Nema hvað svo prófaði einhver hversu vel ECC-minni virkar og kemur ljós að virka ekki nýtt. Sérstaklega þegar þú fer að pæla í það, þú getur gert nákvæmlega sömu árás, ekki bara öðrum megin við staðinn sem við alltaf erum með, heldur báðum megin. Double-sided, já. Svo það annað sem við getum gert, við getum verið að setja einhvern gaur til þess að fylgjast með öllu sem að gerast í símanuðinum, bara allar minnisfyrirspurnir og svona dót og allt kemur ljós að bara, heyrðu, það er rosalega mikið af fyrirspurnum á þessa adressu. Hvað heldur þetta sé ódýrt í útvæslu? Þetta er sem sagt ferli sem þarf að vera að fylgjast með öllu sem gerir á símanuðinum. Hverju einustu minnisfyrirspurn? Það er alltaf dýrt. Og næsta sem við getum gert líka er að vera með að pæla eins í þessu refresh-dóti. Það er að segja, í staðinn fyrir að taka 64 millisekúndur á milli til þess að refresha, af hverju ekki bara að vera á amfetamínstöðurum, bara að gera þetta bara á 8 millisekúndna fresti og frá dótana þess ekki nógu tími til þess að vera snúkru bitum, sko. En hvað gerist þegar við auka þetta? Jú, þá aukum við poweri sem þarf til þess að knýja greiðina. Þannig að allt síminn ykkar hættir endast í 2 tíma heldur en endast í 20 mínútur. Ekki sagt. Þannig að það er ekki fyrir að gerast heldur. Þannig að það er bara, svona er bara staðan í dag. Það er engin góð lausn til fyrir róhamrækt núna. Þannig að það er allir núna að rembast eins og rjúpa við staurinn í skíunum að reyna að gangi í skuggum það að þegar þið lokið ykkur inn að þið geti ekki bara tekið yfir alla stæðuna. Og það er bara einhver svona alls konar hacks í gangi við það. Þannig að þetta er svona mjög spennandi tímar í þessum fræðum. Þannig að þetta var í raun sagan af því þegar JavaScript góðinn tók yfir tölvun ykkar og þess að vera að pæla í einhverjum hugbúnaðargöllum með að reyna að plata ykkur. Þannig að með þessu þá erum við bara að taka spurningar og þakka fyrir áheyrnina. Takk. Já, fyrstu spurningar. Já, spurning. Já, góð spurning. Já, sko, ég skal endurtaka spurninguna. Spurningin er sérst, hvað þú ert með sýndarvélar í einhvers staðar í skíinu eitthvað svoleiðis? Þú ert búin að útluta innanminnur, þú ert búin að skipta því milli, þú ert með alls konar mismunandi útgáfur. Virkar bara nákvæmlega eins. Það er bara algjörlega eins. Það er alveg eins og verið inn í JavaScript. JavaScript er svolítið eins og sýndarvél. Það er keyrt inn í sýndarvélinni til dæmis Chrome og Firefox og þú brýst út af því á nákvæmlega sama hátt. Þannig að það er engin vörn því miður. Þetta fer á milli vélar, þú nærði yfir hyperversunum. Þú nærði yfir allir tölvunum fyrir nær hyperversunum og öllum þeim sýndarvélum sem keyrandi á sömu stæði. Og svo bara byrjar það og heldur áfram. Fleiri spurningar? Spurning? Er eitthvað þekkt að fólk hafa verið að misnota eitthvað svoleiðis? Ég þekki ekki til þess, en það er rosalega lítið talað það. Frá Bandaríkjastjórn og þessum háskóla sem er með svolítið á gulli núna. Þannig að ég myndi með það sé örugglega eitthvað að gera þessu. Ég veit það ekki frýst. Já. Hvað með flassminni? Flassminni er ekki haldið nákvæmlega sem eiginleikum. Þannig að málið við erum að gera þetta alveg ótrúlega hratt og við erum að nýta það er svona ákveðin leki sem á sér stað yfir á aðlengjandi sellur. Og sellurnar er hannaðar svolítið öðruvísi heldur en flass-sellurnar sem eru bara svona pinnar sem fölur til hægri vinstri. Þannig að ef þú er að geyma allt rastlið þetta á flass, þá er ekki lendið þessu, en þú ert ekki verið að keyra neinn forrit á flass. Það er bara 10.000 sinnum hægara heldur en að keyra það á innræminni. Já, en það er engin forrit sem ég þekki í dag sem myndi geta keyrt á því. Þú myndi fá því 10.000 sinnum hægari. Þannig að það væri gott ef við getum nota flass-tæknina kannski til þess. En það er ekki lausnin þessu. Þetta er í raun lausnin kemur núna með DDR4, það er búið að koma, þar er hægt að taka fram
að ákveðin lína, það þurfa að refresha hana oftar. Þannig að til og með stýrikerfi getur sagt, þessi hérna lína, hún er alveg ógeðslega mikilvæg. Hérna ertu til að refresha hana rosalega oft. Það er að taka svolítið hluti fram og reyna að fyrirbyggja þegar þú drekkur eina línu að þú drekkir frá hinum aðliggjandi. Þannig að þær eru refreshað líka. Þannig að DDR4 í raun og veru kemur til með að laga vandamálið. Nema hvað það er ekki með DDR4 en það. Það eru bara allar tölvur sem framleiddar milli 2011 og þangað til núna sem eru með þessum galla. Þannig að þetta kemur til með að vera svolítið tíma. Spurning? Þú slekkur bara á Java-draslinni eða tölvunni eða eitthvað svoleiðis, það er náttúrulega allt bara miklu betra, sko. Sko, þetta er alltaf þannig, það er rosalega mikil svona tendens á því að þegar maður er að díla við öryggisvandamál, þú slökkir á þeim sem að skiptir ekki máli, sko. Og oft virkar það ágætlega, en það er svolítið svona, að líka þessi tendens að setja inn í svona risastóra kassa, sko. Svo alltaf náttúrulega því að þá er einhvern veginn að komast út úr kassanum. Og alltaf þegar þú reyna að komast út úr kassanum, þá er einhverju öryggisgata sem komið þar með. Það verður flott að vera ekki með JavaScript, en ég meina, ég notaði links lengi, sko, hérna svona textavafra. Og svo hætti ég því þegar ég gæti ekki séð neitt. Það er einhvern veginn, heimurinn styður ekki JavaScript-laust umhverfi að neinum marki. Spurning? Þetta bundið JavaScript alls ekki. Þeir gerði þetta, ég meina, þetta sem við vorum að gera þarna demóið, það var bara kerandi inn í bara SSH-skilin inn á Síma. Þú getur gert það nákvæmlega saman inn á VirtualView, þú getur gert það saman inn á, ég meina, hvað sem er. Bara einhvers staðar sem þú getur haft áhrif á það að það sé að taka fram minni fyrir þig. Spurningar? Já, lausnin verður með sérminni fyrir stýrikerfi. Það er þetta góð hugmynd, nefnilega þá þarftu líka að vera með sérminni fyrir allt það sem að forritið notar. Þú lendir í þessari svona fraktal, svona hierarkíu, er að það er alltaf einhvers konar gögn og einhvers konar gögn sem er notuð til fyrir forrit sem eru svona svolítið á víxl og eru nálægt hver öðrum. Ef við getum einhvern veginn haft fullkominn aðskilnað milli þess sem er bara að nota fyrir notendur og þess sem er að nota fyrir stýrikerfi eða forrit eitthvað svoleiðis, þá erum við búin að leysa vandamálið. Það verður mjög flott. Það þarf svolítið mikla breytingar til þess eins og staðan er núna því miður. Það er góð hugmynd. Spurning? Já. Já. Grækilega. Það er alveg pæling, og þú getur raun og verið, þú getur annarkvort verið sko svona progressive eða conservative í þessu, sko. Þú getur farið sérst aftur til ársins 2010 og nota svona 512 megabæta minni eða 256 megabæta minni, enginn kaupir símaðinn, það skiptir einhver máli, hann er öruggari. Eða þú getur farið yfir í DDR4 sem er sérst nýja tækni sem er með svipað stæður og ekki með þetta vandamál, sko. Þannig að þú getur svolítið pælt í því. Vandamálið er eiginlega að það er búið að kaupa svo mikið tölvur síðan árið 2011. Þær eru allstar, þær eru í vinstu, þær keyra skíu okkar, margar milljónir þeirra. Þannig að það er spurningi með hvernig við dílum við þetta þangað til. Þannig að við getum tekið svona clean slate solution eða dirty slate sem er sérst, við erum raunveruleikin. Og við þurfum aðeins að lifa í raunveruleikan líka þegar við dílum við svona vandamál. Já. Segðu þetta aftur fyrir ekki? Takmarka minni sem JavaScript getur nota. Já, ertu að tala með sérst að lefa þig ekki að eignast of mikið minni? Já, ok. Hefur þú prófað að fara inn einhverja vefsíðu í dag? Bara einhverju vefsíðu, þú getur valið. Það er reyndar góð pæling og það er eitt af því sem hefur verið að gera til dæmis í Chrome og verið að gera núna í Firefox. Ég reyndi að reyna að gangi skökkum að sé ekki of aggressív minnismeðhöndlun, sé ekki of mikið verið að rúta í því. Það er samt alltaf, leið og kemur eitthvað svona út, þá bara 20 setna komur hún greið bara ekki að hörðu því, ég komast fram hjá þessu. Það er bara rosalega mikil svona eltingaleikur sem er í gangi þar. Það er örugglega góð pæling sem er til þar til þess að díla við þetta vandamál. Hvernig er ég á tíma í einhverjum hérna? Ég er góður tíma, heyrðu, fleiri spurningar þá? Eitthvað fleira? Jú, málið er sko, spurningin er ekkert sandbox sem kemur í veg fyrir þú getur komið út úr í. Þetta sem við vorum að gera akkurat núna var að brjótast út úr sandboxinu. Það sem þú gerir er, þú segir sko, eins og þetta gerir fyrir Chrome, þetta var bara lið hjá Google, sem var hjá Google Project Zero, það sem að gerði var að það keyrði upp þessa minnismeðhöndlun þangað til að flippa akkurat bitan sem sagði bara já, heyrðu, þetta er ekki lengur sandboxa. Eða þú veist, ég má tala við stýrikerfið. Þannig bara finnur rétta bitan einhvers staðar, þannig getur annarkvort brotist út úr laginu sem er fyrir neðan þig, sem er sandboxa sjálft, eða einhverju lagi fyrir neðan það sem getur hluta stýrikerfinu, eða einhverju lagi ennþá fyrir neðan það. Þú getur farið svo langt niður og það er það sem er svo hættulegt.
þú getur haft áhrif á hvað sem af því það allt einhvern veginn lífir sama bara í einhverju kommunu þarna í innramenninu, sko. Fleiri, já. Ekki vandamál hér að 99% af liði skilur ekki þetta vandamál. Segjum að allir skilji þetta. Hvað ætlar að gera í því? Sko, það alveg fullt af liði sem einbeita sér að finna lausnina. En, ég held að sé ákveð vandamál hérna. Þetta svona juicy vandamál og það svolítið svona, það þarf aðeins að setja sig í stellingar til þess að skilja nákvæmlega hvað í gangi. En, það væri flott að fleiri vissu þessu sem ástæðan fyrir flytjunni fyrirlestur. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað fólk getur gert til þess að virkilega sporna við gallanum sem þegar til staðar með því að vita af þessu, annan en bara, kaupa sér bunker eða eitthvað. Það getur verið svona meiri press á að fólk kaupi DDR4 eða þú notir ekki þessa skíðaþjónustu nema að uppfæra allt drasli á þessu. Það getur verið mjög flott ef það verður fleiri sem vissu af þessu. Einhver lokaspurning? Já. Já, spurningin er hvort að þessar viðbætur sem að skíðaþjónusturnar hafi verið að gera til þess að reyna að bregðast við akkurat þessum tegundum árum sem hafi, hvort það sé eitthvað til það í greinum eða svoleiðis. Það er eitthvað til og það er eitthvað sem við viljum halda fyrir sig og það er góð ástæða fyrir því að halda fyrir sig, þess að það er eldingarleikur akkurat í gangi. Þeir eru búin að gefa aðeins út það, til dæmis slökkt á fyrir Chrome, Sandboxið og slökkt á einhver sem heitir CL-flush. Af því að á þeim tímapunkti var haldið að eina leiðin til þess að gera þannig galla vera að flusha öllu cacheinu. Svo kemur ljós frá þessum fríunugustugurum, það er bara ekkert. Þannig að þá sú vörn allir heldur ekki lengur. Þannig að það hefur verið svona svolítið að tala nákvæmlega hvað er best að bregðast við þessu. Já. Hver er spurningin? Það er ekkert, Amazon, spurningin hvort að það sé eitthvað vitað hvað er gert inn í til dæmis virtual-vélum og svona dót. Amazon gefur aldrei neitt út hvað þeir gerir á sér og flesta skíðaþjónustu tala ekkert mikið akkurat svona öryggisatriði, en það eru svona alls konar svona generískir, það er alls konar ráðstömmur í gangi sem að fólk er að tala bara almennt vandamál, hvað er þetta að reyna að sporna við því, á hvaða lagi, hvers konar þjónustu þetta verður með gangi, er þetta ráðanguð sundlöguverð, þannig að það er alls konar svona pælingar í gangi. Ég bara þakka fyrir athyglina, ég tala meira seinna. Takk. Takk.